Ha? Eitt tippi, já. Allir minna það. Eitt tippi. Það var samt, já, ég hef samt alveg stundað, sko, mennskynlíf. Ekkert bara eitthvað skjaldbökukynlíf. Ég hef verið með fullt af kvikindum. Alls konar stelpum. Man til dæmis að einhvern veginn á balli, þá var ég svona, fá mér í glas og það gaman og svo sá ég svona Geir Ólafsson að vera að spila og ég sá aðra stelpu. Ekki það að Geir Ólafsson sé stelpa, sko, en við vorum samt með svipa hár og ég svona var að drekka að fá mér, sá svona stelpu hinum megin. Hæ? Ég skildi ekki orða því sem hún var að segja. Fyrir leið aðeins á kvöldi þá fórum við að tala betur saman og fórum aðeins svona hitna í kólunum hjá okkur og ég fór að tala við henni og enda með hún sagði ég þekki gaur sem á strippstað. Ég svona það var frekar gaman og við fórum þangað og það var enda búin að loka staðnum en það skipti ekki máli, hún þekkti eigandann þannig að við fengum að fara inn. Það voru ekkert ofboðslega rómantískar og svona sexy aðstæður. Þú veist, það var búið að byrja að skúra gólfið og ég labbaði hann inn og næst ég búin að hella úr glasinu sem hún lánaði mig fyrir og hún sagði, sestu bara þarna og svo byrjaði hún að strippa svona, fór upp á svið og byrjaði ég að og þessi stelpa, hún var sko alveg akfeit og hérna, já og ég svona, svo byrjaði hann að neppa svona frá og svona poppaði eitt brjóstið út í svona, svo poppaði hitt brjóstið út og svo poppaði eitthvað sem ég veit ekki ennþá hvað það er. Og svo fór hún úr öllu og ég held hún að vera ólétt af því ég sá svona eitthvað fótlegg eða eitthvað. Þá svona byrjaði ég að fá velgju. Fyrir ekki, ég að rífa þetta upp, sko. Lyktin, maður. Hún sko... Og hún hélt áfram að dansa og þangað til hún sá hvað ég var að kúast mikið. Þá svona var hún svolítið meðvituð sjálf að segja hún svona dró fótlegginn og hljóp beint út á rennblautt sko gólfið og steinrótaðist. Ég hugsaði svona, horfði á hana, hvað á ég að gera núna? Þarna liggur hún. Hvalreka, mölbrotinn, offeit fyrir mig. Þannig að ég sá ekkert annað í stöðunni en bara, hvað? Þurfti bara að fara á klósetti, sko. Þannig að ég fór bara, maður getur ekki hugsað með fulla blöðru. Þannig að ég kom aftur tilbaka og því ég var búinn að pissa, þá hérna, sá ég bara, ég lofta þess ekki. Þannig að ég tók bara eldspýtu og kveikti í henni. Hún dugði mér í mánuðum saman. Og þetta systir þín. Ég hélt reyndar að klamydía myndi gufa upp í eldi, en það gerist víst ekki. Þið fattið þetta seinna? Var hann að sofa hjá matnum sínum? Nei, við skulum ekkert fara nálægt í það.